Þátt í mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Jó, mikið rétt sportáttur með ykkur hérna þessum mánudagskvöldi. Klukkan orðin 8:10 þetta dýraðanna mánudagskvöld 11. nóvember í veður blíðunni heldur betur. Það allan að hvasst hérna á Suðurlandinu en nú ætlum við samt að fara að fjalla Special Olympics sem fór fram helgina í Keflavík og Anna Karolína Vilhjálmsdóttir, framkvæmdastjóri Special Olympics, komin á línuna. Komdu sæl og blessuð. Já, blessaður. Hvernig hefur það? Bara fínt. Nokkuð hvasst hjá þér? Já, svona smá vindur. Já, smá vindur. En þið létu það mót ekki stoppa ykkur í gær hérna í Keflavík að hafa blásið smá? Nei, það var ekkert. Það var náttúrulega utanhús fór fram kynntilöp lögreglumanna og þeir létu það ekkert stoppa sig. En víða var slaupið að vísu færði vind í hús. Já. En þeir lögreglumennir hafa hafið það allan að geta hlupið með kyndilinn á þess að slökna á honum? Já, það kom bara vel í ljós að lögreglan ýmsu vön og létu þetta ekkert á sig fá og fór algjörlega eftir því sem þeir eru búin að skipuleggja, kveikja eldinn á lögregstöðina og hlaupa bæinn með eldinn og með lögreglubíla undan og lögreglubíla eftir og komum svo að Reykjanesvellinum þar sem að lögreglustjórinn á Suðurnesjum kveikti eldinn með keppanda. Þannig að þetta tókst allt vel hjá þeim, þáttur er alveg heilmikið slagður. Já, en þetta er í fyrst skiptið bara, já, á Íslandi og Norrlöndunum sem fer fram kyndilhlaup lögreglumanna eða ekki? Jú, þetta er búið að vera sko frá 81, Special Olympics International, alþjóðasamtökin, setti þetta fót og við erum búin að vera að hugsa þetta svona nokkur árum í Íslandi og fengum svo mjög góða mann til liðs við okkur sem Guðmundur Sigurðsson, rannsóknarlögreglumaður á Suðurnesjum. Og stilltum hann út á ráðstefnu núna í október til að kynna sér þessi mál og hann sem sagt kom náttúrulega hann og kona sem hann er ekki slæmt að hafa hann á bakvið því að þau sem bæði þekkja svo vel til Special Olympics. Já. Og þau komu alveg full af eldmóði heim og kýldu bara á þetta og hann í rauninni kannski sá sem mun svona verða okkar lykilmaður í þessu hérna í Íslandi. Jæja, það er stórglæsilegt. En svo var þið líka með breytt fyrirkomulag eða ekki í knattspyrnukeppninni í ár? Jú, við erum að reyna að innleiða hérna Unified Football sem er líka verkefni innan Special Olympics og það sem eru fatlaðir og ófatlaðir. Og þetta var sem 7 manna lið, þannig að það voru 4 fatlaðir og 3 ófatlaðir. Og fengum það meðal annars lögreglumennina á Suðurnesjum og lögreglustjórann í Reykjavík og nemendur framhaldsskóla fleiri til að fylla upp í lið og Suðurrík kom einmitt með lið sem var fyllt upp í og þetta var bara mjög skemmt, það var miklu fleiri þá og meiri stemming og ég held að þetta sé komið svona til að vera sko. Já. En það var náttúrulega keppt þarna í knattspyrnu og frjálsíþróttum og hvað fleirum? Já, það var knattspyrna og síðan var það þess aftur að vera víðavangshlaup frá utanhús sem var fætt inn og síðan kúluvarp. Já. Þannig að það var þetta greina sem var keppt í núna. Það var náttúrulega, já, hvað voru 9 lið sem tóku þátt eða ekki? Jú, það var 9 lið sem var komið. Og hvaðan komu þessi lið? Þau komið frá Selfossi og Suðra Selfossi og síðan Ösp Reykjavík og Nes, náttúrulega Reykjanesbæ. Það kom lið frá Fjölbraut í Breiðholti sem þeir hafa verið með svona valgrein í Unified Football í vetur og hafa áður komið með lið bara sem eina liðurinn veru á þessa leika og síðan komu keppendur frá eins og Þjóti Akranesi og fleiri liðir sem komu þá inn í liðin sem voru til staðar. Þannig að og svo nokkur félög með fleiri en eitt lið. Þannig að við skiptum þessu þannig að það keppt reynir 2 styrkleikaflokkum. Þannig að það skiptum þessu 2 riðla eftir styrkleikaflokki. Já. Og hvernig styrkleikaflokkur er það? Þá er bara við kannski við yfirleitt á öllu leikum Special Olympics ef þetta væri svona til dæmis Evrópuleikar, alþjóðleikar þá væru þau að mæta eins og íslenska liðið sem við kemum með. Það myndi mæta á staðinn og svo er undankeppni þar sem við verðum að meta eftir ákveðnum aðferðum ákveða stíi, getustíi liðið er og svo keppir þær bara við sína jafningja. Já. En við erum alltaf að fá hérna í Íslandi þannig við reynum svolítið þjálfarnir í samráði að miða við hvar og þegar félagið skráð þá skráðið hvar við standa. Það er kannski erfitt að finna einn gullna meðalvega því við erum alltaf að byrja núna með þetta Unified eða blandað. Já. En þetta er eitthvað sem verður bara að þróa betur. Það verður eitthvað tíma fyrst. En svona á Special Olympics á Íslandi, þetta er virkilega skemmtilegt. Þarna ríkir mest eiginlega leikliði heldur en okkur tíman að kannski að standa upp sem sigurvegari.
Já, þetta náttúrulega eru samtök sem eru byggð á því að stofna kenndi fjölskyldinu og eru byggð upp þannig að það séu allir sigurvegarar og það kannski mætti alveg kannski kynna þetta betur jafnvel fyrir eins og bara í barn- og unglingaíþróttum að því það alveg sko við erum svolítið föst í píramídakerfinu, þessu hefðbundakerfi þar sem að bara þeirra allra bestu fá velið og þarna koma allt í nú kannski sigurvegarar á pall sem að hefði aldrei náð lágmörkum eða neinu slíku á svona í þessum píramídaíþróttum eins og aðris fólk varandi ólympíuleika eitthvað svoleiðis eða stórmót eða heimsmeistaramót. En þessi leikar sem að kenndi fjölskyldin búin að byggja sem voru fyrst í Bandaríkjunum alltaf og svo fyrst í Evrópu 2003 í Írlandi og eru núna farnir að vera allan heim að þeir eru sem sagt ekkert ég búin að taka þátt í viðstödd ólympíuleika fallara mörgum sinnum og síðan þessa spes-ólympíuleika og ég vil meina það umgjörðin sjálf eða þess glæsileikin í kringu leikana alveg jafn mikil, það keppni sem náttúrulega gjörórík þetta bjóða þarna keppinir sem að ekki aldrei sens að fara svona stórlega glæsilega leika að koma og þú veist ekki hvort að þú sendir kannski eitthvað frá Suðra sem bestur að hlaupa langfljótastur hann geti lent í að vera lendi sterkari riðil en sá sem kannski síðastur að hlaupa í venjulega móti þannig sá sem síðastur í þessu hefðbunda, hann geti fengið gullið en sá sem fyrstur geti kannski fengið bara borðanum með 4 eða 5 þannig að já, þetta allt öðruvísi heldur við erum vön í íþróttastarfinu hérna heima. Þetta ekkit sko gamalt mót eða svona Special Olympics á Íslandi? Nei, samtökjum 68, við erum að gera staðil og íþróttan fallara að gera staðil í 79 og við erum sko Ísland fremst Norðurlandana að byrja langt fyrst að vera virkið þáttakandi í þessu alþjóðasamstarfi þannig við erum búin að senda keppendur frá 90 og þannig verið 89 alveg sko taka virkan þátt og nýta alltaf allan kvóta til þess að þetta svo visslið við svo stórt tækifæri að við erum að reyna nýta þetta á meðan að hér Norðurlöndin hafa svona aðeins verið að sjá þetta svona sem bandarist fyrirtæki það þurfti svolítið aðeins að opna augun fyrir því og það ólíkt alltaf því sem við erum vel en núna eru Norðurlöndin að koma svolítið miklu meiri inn og við erum búin að stofna nefnd og svona þannig að sér alveg fleiri að sjá tækifærin í þessu sko. Eru við að leiðbinna svolítið önnur Norðurland í svona kringum íþrótti fallara? Já, kannski á sviðum sviðum, þetta sé alltaf kannski mjög mismunandi hvar við erum stödd og svo eru önnur Norðurland náttúrulega miklu lengra komin í öðru, þetta bara svona skiptir svolítið milli en í varandi Special Olympics þá hefur Ísland verið þar eitt fremsta landið, en við erum líka kannski, við erum ekki stórt land en við erum kannski sko stolt land að því til að við getum gert kannski meira því við erum eins og á Íslandi erum við eina skrifstofu fyrir öll samtök, Special Olympics, Paralympics og þetta við erum ekkert að rífast það rífast við bara eitthvað annað á skrifstofun við ætlum að rífast styrki eða eitthvað svoleiðis þannig að það alltaf ákveðin ávinningur af því kannski einfaldara að eins og í Noregi þá eru Special Olympics samtökin auðvitað við íþróttahreyfinguna og þau eru raun og veru við fengum undan þá vegna þess að þau eru allstaðar sem sjálfstæð samtök þetta bara, við fáum í raun og veru bara leyfi eitt í einu íþróttasamt fallara til að vera umsjónar aðili þessar samtök í Íslandi og það verið nóg að við myndum ekki standa okkur eða skilja skýrslum eða fylla út og svona þá getur verið að þeir getur komið bara og tekið af okkur og fara með það Selfoss og einhver samtök þar sem að geti síðan tekið við þessu skilur. Þetta það er svona margt sem að kannski fólk aftur sig á. En aðeins að íþróttum fallar, það virðist vera alltaf móti í gangi næstum hverja einustu helgi bara eiginlega yfir allt árið í boði. Já, íþróttasamt fallar svolítið eins og bara litla ISI, við erum alltaf með allar íþróttagreinar og allt innanlands starfið og síðan alltaf alþjóða norðast og þannig það annarkvæmt mót innanlands eða erlendis eða þá bikarmót eða einhver félag með mót eða kannski fallega taka þátt í almennu mótum og þannig þetta náttúrulega sem betur fyrir það er fjölbreytt og alltaf eflast starfið. Og við erum náttúrulega mjög framalega svona í íþróttum fallara allan og ég meina við eigum eins og sundkappinn þarna Jón Margeir búinn að sýna og svona. Við eigum náttúrulega alveg ótrúlega gott íþróttafólk og hefur verið að koma fram. Við heldum kannski að gullöldin
væri svona að ganga yfir og þetta að manna næstu leika og svona, það einhvern veginn alltaf, það kom alltaf upp nýjur og það alveg ótrúlega flott hvað Íslendingar hafa getað svona komið fram með svona flotta fulltrúa á bara hverju leikum eftir aðra, þannig að og framtíðin mjög björt núna, ég meina við fullt efnilegum ungum íþróttamönnum sem er örugglega að ná langt, þannig að við erum alltaf með ótrúlega flotta þjálfara, landsliðsþjálfara í þessum greinum sem hafa kannski verið helst í Svíþjóðsunu og það er bara því bara fyllt vel eftir á félögunum, þannig að og fyrir þeim félögum sem við stundum æfingar hjá. Þannig að þetta er bara, það skilar sér náttúrulega bara eins og í íþróttum óbærslega, þú þekkir þetta best, þú fast þjálfari hjá félagi, þannig að það er ekkert síður metnaður þar hjá okkar félögum, heldur bara hjá öðrum. Nákvæmlega, en hérna fyrir þá eins og sko með boccia og fleira, þetta er náttúrulega opið fyrir alla að koma og prófa þetta. Já, það er bara, við okkur vantar pínlítið sko að fólk svona nýti tilboðinu. Ég veit að félögin, bara eins og Suður og Selfossi, ég veit að þeir hafa verið að reyna að efla eins og barnastarfið og ég fór meðal eins og fund það til að kynna slík hvað væri verið að gera og það verið að reyna að fá sveitafélagið og samtök, íþróttasamtökin í kring og almenn félög til að hjálpa til við það að efla og svona auka þáttöku fatlaðra barna og unglinga í íþróttastarfi og það er náttúrulega út allt land svona sama vandamáli hjá okkur. Við erum með tilboð og það er svona það sem eru tilboð, sem það náttúrulega vantar tilboð og það sem eru tilboð, það er stundum eins og fólk svona hiki og við höfum verið mjög að hörða því á íþróttasambandi fatlaðra að við erum ekki að beina fólki einhverja eina átt. Við segjum bara ef þú vilt fara að æfa hjá íþróttafélagi fatlaðra, það ferðu þangað. Ef þú vilt fara að æfa hjá íþróttafélagi sem er ekki fyrir fatlaða, það ferðu þangað. En það sem skiptir mestu máli er bara að barnið sjálf fá að prófa. Ef að því líður betur í einu félagi frekar en öðru, þá skiptir raunverulega ekkert annað máli. Og okkur vantar til þetta fólk sko taki bara láti á reyna og því að tækifærin eru mjög mikil og ef þau eru hvergi að æfa þá eru þau hvergi skráð og þá vita þau aldrei tækifæri. Já, nákvæmlega. Anna Karolína Vilhjálmsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við munum heyri í þið seinna meira aftur. Ég vil gangið vel. Takk að sömuleiðis. Hverstum kveðju. Já, farið ekki langt. Við ætlum eftir smá stund þá ætlum við að fara í körfuboltann. Það er þjálfari Njarðvíks Einar Árni Jóhannsson sem ætlar á línunni. Hann kíkti í Þorlákshöfn í gær og það endaði með framlengdu leik en með sigri hans manna í Njarðvík. Suðurnesjalið hafði betur þarna en það er kannski má geta það sem við erum að tala um íþrótti fatlara en Norðurlandamót fatlara í sundi fór fram núna dögunum og íslenska sveitin sem var skipuð 14 sundmönnum vann til 9 gullverðlauna, 7 silfurverðlauna og 5 bronsverðlauna og þá féllu einnig 7 Íslandsmeta á þessu móti þannig að segir sjálft hvað við frábært íþróttafólk þarna ferð og fremstur í flokki var náttúrulega þarna meðal annars Jón Margeir Sverrisson sem að kom heim með 6 gull í 200 metra skriðsundi, 100 metra flugsundi, 100 metra skriðsundi, 50 metra flugsundi og 50 metra skriðsundi og 200 metra fjórsundi. Svo fekk hann silfur náttúrulega í 4 sinnum 50 metra skriðsundi og brons í 4 sinnum 50 metra fjórsundi. Og ég ætla bara að þýla upp þessum verðlaunum sem er komið heim. Kolbrún Alda Stefánsdóttir úr Fjörður SH. Hún fekk silfur í 200 metra skriðsundi, gull í 50 metra baksundi, silfur í 100 metra skriðsundi og gull í 50 metra bringusundi og silfur í 50 metra skriðsundi og silfur í 100 metra bringusundi og gull í 4 sinnum 50 metra skriðsundi og silfur í 4 sinnum 50 metra fjórsundi. Anita Ósk Hrafnsdóttir úr Fjörður Breiðablik, hún fekk brons í 200 metra skriðsundi og 100 metra skriðsundi og einnig í 100 metra bringusundi og svo fekk hún gull í 4 sinnum 50 metra skriðsundi og silfur í 4 sinnum 50 metra fjórsundi. Davíð Þór Torfason Fjölni fekk brons í 100 metra baksundi og silfur í 4 sinnum 50 metra skriðsundi og 4 sinnum 50 metra fjórsundi fekk hann brons og Sandra Sif Gunnarsdóttir á Fjölni fekk gull í 4 sinnum 50 metra skriðsundi og 4 sinnum 50 metra fjórsundi fekk hún silfur. Telma Björk Björnsdóttir og IFR fekk silfur í 400 metra skriðsundi og gull í 4 sinnum 50 metra skriðsundi og silfur í 4 sinnum 50 metra fjórsundi. Már Gunnarsson og Nesi fekk gull í 4 sinnum 50 metra skriðsundi
og Marino Ingi Adolfsson og IFR fekk brons í 4x50 metra fjórsundi og Guðmundur Hermansson IFR KR fekk silfur í 4x50 metra skriðsundi og brons í 4x50 metra fjórsundi. Það held ég körfuboltinn hérna núna eftir smástund. Það Einar Árni Jóhannsson, þjálfari Njarðvík í dómarasdeild karla í körfubolta. Farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli.